Allir þættir samstæðuverinnar eru á YouTube. Já, það hafa verið fluttar allmargar fréttir síðustu vikur stöðu Play og við sem fljúum, við náttúrulega bæði hugsum okkar eigin hag, við teljum sjá það á okkar eigin skinni að ef við erum með 2 innlend flugfélög með beigstöðar hér þá fá við betri flugfargjöld frá Íslandi og til Íslands aftur. Samkeppni jú góð, við elskum samkeppni, alvöru samkeppni. En við höfum líka áhyggjur af stöðu Play sem hefur verið í fréttum undanfarið bara vegna þjóðhagslegra stærða, vegna þýðingar Play fyrir þjóðarbúskapinn. Ferðaþjónustan náttúrulega orðin gríðarlega umfangsmikil og til að ræða þetta mál og kannski stöðu ferðaþjónustunnar á aðeins víðari grundvelli líka komin hingað góður gestur, ferðamálastjóri Arnar Már Ólason. Vertu velkomin til okkar. Takk. Hefur þú nokksunni komið hér að Rauðaborðinu á samstöðinni? Nei, þetta í fyrsta sinn. Þetta í fyrsta sinn, já. Það eins gott að við bætum úr því. Já. Þú ert ekkert búin að vera ferðamálastjóri neitt mjög lengi. Ég man hérna í eldgamla daga að þá voru ferðamálastjórar inni sömu bara áratugum saman. Ég búin að vera núna í 2,5 ár rúmlega. Já, 2,5 ár. Og forvörinn minn, hann var Skarphéðinn Berg Steinarsson, var í 5 ár. Já. Og Ólöf, hún var þar á undan í 10 ár, ef ég skjáltast ekki. Já. Og Magnús Oddsson þar á undan, hann var í dágóða tíð. Hann var í dágóða tíð. Hann var maður hringdi í hann áratugum saman þannig að maður var að afla frétta. En hérna ef við byrja á að ræða Play. Já. Hefur áhyggjur? Já, við fylgjumst með hjá Ferðamálastofu. Við höfum ekki gert sérstaka greiningu á þessu umfangið eins og varst að vísa til hérna upphafi. En þetta ekki góð staða sem blasir við félaginu og þetta hefur svona verið hægt og bítandi umsvifin á Íslandi að draga saman undanförnu. Þannig að við getum ekki talað eitthvað högg en jú, við höfum vissulega áhyggjur og þetta satt sem segir að þetta gott fyrir íslenska neytendur að hér sé samkeppni og við höfum haft aðgang að mjög góðum verðum á flugleiðum og það sem ekki samkeppni og þannig að það væri ekki gott ef þetta væri verð. En ég hef nú verið í ágætis samtali við fólk úr atvinnugreininni þetta og sko þetta náttúrulega ekkert í líkingu við það sem að VÁ var á sínum tíma þegar það var svo miklu stærra og menn hafa ekki stórkostlegar áhyggjur svo það sé nú bara sagt. Okay. Og við skulum ekki gleyma því að það eru 28 flugfélög sem fljúga og það sem svo hóla sem að myndast hún fyllist fljótt. Já. Gera mér ráð fyrir. Ég að skilja þig rétt að svona í þjóðhagslegu tilliti þá kannski myndum við lifa það af ef Play myndi falla á leik en þannig að þetta væri svona meira okkar einkahagsmunir sem íslenskra ferðalanga. Já, sko ég bara þetta saman við VÁ vegna það var bara svo miklu stærra og það eitthvað högg í þjóðhagslegu tilliti þetta skiptir náttúrulega einhverju máli. En það ekki ástæð til þess að hafa sömu áhyggjur og við höfum eins og ég var að vísa til þegar VÁ fór undir og þannig að en við vorum náttúrulega bara að Play hafa þetta af og halda áfram samkeppni á einhverjum flugleiðum sem að við Íslendingar viljum fljúga til. Já. Við höfum stundum stutt myndarlega við bakið á Icelandair með opinberu fé. Það kemur ekkert í greina hvað var þar Play, flugfélagið og Play. Ég get ekki talað það sko, ég efa það að það verði. Bara svona forvitnilegur neytendavinkil, þú ert örugglega getur örugglega svarað því. Ef þú væri sjálfur að bóka far með Play eftir 6 mánuði, myndirðu kaupa forfalltryggingu?
Ég hugsi myndi ekki gera það. Ég gera það yfirleitt ekki. Nei. Nema ég sé að ferðast kannski eitthvað út að vinnu og dagskráin er svona oft dálítið brothætt, sko. En þegar ég sjálfur að ferðast að kaupi ég almennt ekki forhaldringu. Nei. En ég get ekki tala fyrir hvað fólk gerir almennt, ég veit það bara ekki, sko. En það segir einhverja sögu þá viðhorf þitt til þess að þú eigir svona síður vona á því. Ég óttast, ég myndi kaupa miða hjá Play ef það myndi henda mér betur. Kannski ættu að kaupa miða hjá Play sem aldrei fyrr í ljósi. Hugsanlega. Já. Einmitt. En Play var, sko, þeir hafa nú eitthvað verið að breyta sínum áherslum, allavega á einhverjum tímum þá hafa þeir verið nokkuð öflugir í Ameríkuflugi, er það ekki rétt hjá mér? Jú. Já, og það eru nokkuð góði kúnnar, er það ekki? Jú. Ameríkanar. Jú. Eða þeir sæmilegum fjárhæðum. Já. Já, einmitt. Þetta er okkar stærsti markhópur. Þetta er okkar stærsti markhópur? Já, hann er langstærstur. Hann er langstærstur? Og hvað er hann stór í prósent? Hann er vel yfir 30%. Hann er vel yfir 30%. Og sko, ef við beirum okkur til með sama við, ég held með svo Noreg sem að við beirum okkur gjarnan sama við, þá eru þeir með mun dreifðari, skulum segja, kúnahóp, við getum orðað þannig. Já. En ég minna við sjáum bara hvað Ísland er staðsett á jarðkúlunni og þessa flugleið yfir Atlantshafið tengja Evrópu og Bandaríki saman. Það er kannski ekki skrítið að Bandaríkjamenn séu svona stór hluti af okkar kúnahóp og það gefur vissilega tækifæri en það er aldrei gott að vera of reiðisum of á ákveðin markhóp. Nei. En að þú myndist á Noreg, hefur einmitt verið umræða samanburð á að sko við séum að einhverju leyti núna eigum í aukinni samkeppni við Noreg, Ísland og Noreg, bæði dýrlönd og þá er væntanlega mjög þýðingarmikið að gestirnir okkar fái góða þjónustu. Höfum við verið að tapa fyrir Noregi undanfarið? Já, það fer eftir hvernig við skilgrunum tap, sko. En það virðist vera að við séum svolítið að lækka flugið, orða það þannig. Ég var til dæmis verið að rýna í ný gögn sem ég var að komast yfir og þetta er svona flugleitargögn. Það sem að við skoðum fyrstu 2 ársfjórðunga þess árs og vorum að bera saman Ísland og Noreg út frá flugleit og á þessu tímabili þá með árið í fyrra á eins og að kalla Q1 og Q2 þá voru flugleit til Íslands niður 9% og meðan það var upp 13% á Noregi. Og þetta er svona bara flugleit heilt yfir. Og þetta er náttúrulega ekki góða fréttir og oft í þessu sambandi hefur verið vísað til þess að Noregur eru búin að vera ansi grimmir í neytendamarkaðssetningu að koma þessum áfangastað á framfæri á meðan við hefum ekki verið öflug þar. Fyrirtæki náttúrulega eru mjög duglegir því að markaðssetja sig en opinbert fé til markaðssetningar hefur svolítið legið niðri hér. Og er það meiri fjármunum veitt í Noregi af opinberu fé til markaðssetningar? Já. Þeir eru mjög einbeittir í því núna og herja á ákveðin tímabil sem að þeir eru í beinni samkeppni við okkur eins og veturinn og norðurljósinn og við erum aðeins að missa það forskot sem við höfum þar. Já. Var það slagorð erlends flugfélags, hvað var það flugið til Akureyrar að selja sko, ég man ekki hvert það var, cool it down, það var eitthvað farið í svalan. Það eru tækifæri í kuldanum. Algjörlega. Það er stundum, þú líklega vísa til coolcation, þessa hugtæksi sem við nota svolítið til þess að tala um þetta trend getur og það er mikil tækifæri og þetta á vel við okkur sem áfangastað að það er búin að vera hitabilgjur eins og í sumar mjög miklar í Evrópu og það hentar okkur vel og fólk vill í auknum mæli leita á svaleri áfangastæði og Ísland er einn af þeim
og með mjög óvenjulega náttúru og þannig að við höfum upp á mjög spennandi að bjóða, þannig að það eru tækifæri. Það gott hljóð í heimamönnum fyrir norðan, í Akureyri og í kring, þeir telja það að stóraukin umferð Akureyrarflugvöll, hvað var þar flutninga á ferðamönnum allt árið kring, hafi gert lífvænleika ferðaþjónustu þarna í sum nágrannabyggðum og kring töluvert meiri á ársgrundvelli heldur en verið hefur, þannig að ekki enn hægt að spýta í að fjölga gátum og styrkja þeir? Jú, þetta bara frábært að sjá hvað búið að gerast fyrir norðan, sko. Þetta hefur tekið mörg ára að undirbúa og mikið bara samtöl og sambönd og lobbyisma og koma þessu á framfæri og gera þetta veruleika og þetta bara ekki bara stiðið við atvinnugreinina á Norðurlandi og hvetur til fjárfestingar og heilsa á starfsemi, líka bara hugmyndin fyrir fólk sem býr á Norðurlandi að búa hún breytist aðeins þegar að opnast gátt út í heim. Ég man að ég bjó á Akureyri fyrir hartnær 15 árum og þá flög grænlandsflug einu sinni viku með Danmerkur og Akureyrar. Og það var alveg frábært, stórkostlegt að geta hoppað upp í vél og flogið til Kaupen á 2,5 tíma í staðinn fyrir að fara til Reykjavíkur og gista þar og svo framvegis. Þannig en jú, eins og segir, það eru fleiri tækifæri. Í Austurlandi það eru flugvöllur sem getur tekið á móti alþjóðaflugi og þar eru tækifæri og ég held að við séum bara rétt að sjá upphafið á þessu. En alþjóðatenging er gríðarlega mikilvægi því að ná fram þessu sem við viljum, sem betri dreifing í tíma og rúmi ferðamanna á Íslandi. Hvers hvurs, ef maður getur spurt sem svo, varðar stefnumótun og áherslur í svona, það pólitíkin, það fyrirtækin, það frumkvöðla, hvar svona, til dæmis ef markvisst þið unnið í því að nýta betur þessar gáttir Egilsstaðaflugvöll og Akureyrarflugvöll, hvar hefst það? Þetta í rauninni bara samstarf. Þetta samstarf alla sem koma að þessu, bæði stjórnvalda og svo fyrirtækja og þeirra markaðsstofa sem eru í viðkomandi landsluta, eins og fyrir norðan, þar eru við með markaðsstofa Norðurlands sem hefur unnið gríðarlega mikið starf í þessu og verið bara árabil að einbeita sig að því að koma þessu flugi á. Þið opinbera með svokallaðan flugþróunarsjóð sem kemur að þessu og styður við þessa vinnu. Þannig að þetta er rauninni bara, hvað að segja, sameiginlegt átak allra að koma þessu á. Já, margar hendur vinna létt verk. Já, mála það þannig. Já, mitt. Ég nú svolítið kunnugur landsbyggðum Íslands, nú sjálfur fæddur í Mývatnssveit og bjó lengi á Akureyri, 25 ár. Og þar sem ég fylgst með, þar hefur náttúrulega oft orðið vond þróun í því tilliti að svona í nafni hagræðingar þá hefur stofnunum verið fækkað. Þar sem áður var banki, það ekki lengur banki, þar sem áður var pósthús, ekki lengur pósthús. En það sem að fólki segir þó að náttúrulega störfin í ferðaþjónustunni víða hafi bara bjargað því sem bjargað verður. Á sama tíma þá svona heilmikil neikvæð umræða, ekkert bara núna í vikunni, þá hefur verið töluvert fjallað skuggalegar íslenskrar ferðaþjónustu, Sólveig Anna hjá Eflingu var að ræða það þetta klassíska deilumál, hvað þetta sé mannaflsfrek grein, hvað við þurfum að flytja inn margt fólk sem sumir segja að sé illa borgaðir, aðrir segja að það sé ekki rétt og það setur álag á húsnæðismarkaðinn, innviðin og allt þetta. Hvernig finnst þér svona umræðan greinina? Ég meina þessi umræða, hún á alveg rétt á sér.
við þurfum átt okkur á því að sko þróun ferðaþjónustu og vöxtur ferðaþjónustu ekki bara gulli grænskógar, það alltaf einhver neikvæð áhrif, það jákvæð áhrif og það neikvæð áhrif og við þurfum að ræða hvoru tveggja hámarka jákvæð áhrifin og lágmarka neikvæð, það alveg klart og í neikvæðum rann þá þessi félagslegi þáttur oft ofalega á baugi en hann líka umhverfislegur og hagræðna einhver liti en við þurfum líka að passa okkur á því að svona að styðja okkur við gögn, styðja okkur við svona raunveruleg gögn til þess að þegar við erum að ræða þessi mál og ferðaþjónusta hefur svona, finnst mér oft verið pínulítið svona gerða af blóraböggli ég man þegar ég var í námi erlendis á sín tíma þá vorum að ræða ferðamálafræði og þá var ákveðin kafli þar sem að sérstaklega var rætt eins og hittur ensku túrism þess að scapegoat og mér finnst þetta mjög fróðlegt og okkur að ræða það og þá svona verið að fjalla þetta að ferðaþjónustan verður oft svona svolítið svona skuldin svolítið skellt á greinina og ég hef alveg tekið eftir þessu hérna heima sumt af þessu finnst mér ósanngjarnt og annað hefur alveg fullkomlega rétt á sér þannig en við þurfum bara að meðvita það að vöxtur og þróun ferðaþjónustu hefur tverrlegar, það jákvæð áhrif og neikvæð áhrif og við verðum að takast á hvort ekki. En var vöxturinn stjórnlaus og hefði þurft að koma einhverju festu, einhverju stefnu, einhverju skipulagi þegar hlutinni fara að gerast hansi hratt þarna í kjölfarið á athyglinni sem beindist að okkur eftir Eyjafjallajökul og þeim tímum. Já, ég myndi segja að á árunum eftir 2010 eftir að kemur á markaðinni og gengi fellur og verður svona ákveðin kynning og kjölfar bankahruns og eldgoss þá verður mikill vöxtur og hann ósjálfbær hann óhraður ég held að það sé alveg ljóst og það allir sammála það og þetta eitthvað sem við viljum helst ekki sjá aftur. Getur aðeins rökstutt hvað átt við þegar þú segir ósjálfbær og óhraður? Já, sko þetta, við erum að tala veldisvöxt, við erum að tala vöxt yfir 20% á ári í fjölda ferðamanna og það gefur auðvitað að við náum ekki að fylgja eftir í rauninni gæðum og þeirri þjónustu sem við viljum vera þekkt fyrir og það skapar álag bæði á heimamenn, það skapar álag og umhverfi við náum ekki að bregðast við til þess að tryggja það að gæðin séu í lagi og neikvæð áhrifin séu í lágmarki. Þannig að þetta var of mikið og ég held að allir sem starfa í greininni og utan hennar séu sammála því. Hins vegar síðan 2017-18 þá hefur voða lítill vöxtur runni verið. 2018 var þetta svokallega metár fjölda ferðamanna. 2,2 milljarðar eða eitthvað slags. Milljónir reyndar. Já, hitt væri verða. En þetta eitthvað það bil, skulum segja, 2.300.000 og í ár nú erum við svona cirka bát á pari með við 2018, ég held samt að það verði ekki svo mikið ef við horfum bara á flugframbóð. Hvað heldur það verið margir? Ég hugsa að þetta verði svona og undir það sem það var 2018. Ég efast að við munum fara yfir það. Þannig að en þegar eins og núna stundum við tala að þau þurfa að tempra eitthvað vöxt ferðaþjónustunnar eða koma böndum á greinina. Ég áttum ekki alltaf alveg á því hvað verið að tala vegna þess að fjölgun ferðamanna hefur eiginlega ekki verið neins síðan 2018. Fengur náttúrulega COVID þarna í millitíðinni en þú skilur hvað fara. Það engin sprenging búin að vera síðan 2018. En að þú myndist á COVID sumir segja það að verið gert of vel við tiltekin fyrirtæki í ferðaþjónustunni eins og bílaleigurnar á kostnað einstaklingana. Hvað segirðu við þá? Ég skal ekki segja hvort það hefur gert of mikið en allavega það verður nú að segjast að ríkið steig myndarlega þarna inn og hélt þessar atvinnugrein svolítið á floti. Já, ríkið augljóslega lítur nú orðið eða hefur svona gert svolítið að þetta sé burðar atvinnuvegur. Ferðaþjónustan mikilvægasti atvinnuvegur Íslands sem stendur? Það fer svolítið eftir hvað breytu við erum að horfa á. En jú, ferðaþjónusta og verður áfram einn af burðarstólpum íslensk atvinnulífs og hagkerfisins. Það er alveg ljóst. Og það nánast gerist á tilviljun?
Ég myndi ekki að segja að... Allavega þessi hraði vöxtur. Já, þessi hraði vöxtur, sko, hann, eins og ég var að vísa til á hann var of mikill, sko, en þetta bara áfangastæðir sem að svolítið uppgötvast og menn vissu svo sem eitthvað Íslandi, en þegar Íslandi á milli, allt í einu bara fyrir augu almenningsvítt upp með heiminn í kjölfar þessa eldgos og sem að slökktu á allri flugumferð yfir Atlantshafið og víðar og auðvitað vekur þetta athygli og kveikir á hugmyndinu Ísland sem stað fyrir þess að ferðast til og fólk fyrir að skoða og þetta gerist mjög hratt. Já. Ég man ekki hvort það var Sólveig Anna, ég held að það hafi verið hún sem að var núna fyrir nokkrum dögum að gera athugasemdir við að við værum með bara opinbert markaðsfé til að laða að fleiri ferðamenn af því að henni fannst ágallar íslenskrar ferðaþjónustu það miklir í augnablikinu. Hvað segir við því? Já, eins og ég sagði einn upp að fé til landkynningar í ferðaþjónustu að mjög skornum skammti. Það við erum í rauninni ekkert að markasetja ykkur en einu viti í sjálfu sér. Við erum að Íslandsstofa sækir ferðasýningar heim og kemur áfangastanum Íslandi á framfæri en þessi neytenda markasetning hún í algjöru lágmarki. Já, þú myndir þar vilja frekar spýta í. Já, sem miður að mínu mati, vegna þess að ég held að við þurfum átt og gráði að markasetning ekki í þeim tilgangi að fjölga hér ferðamönnum. Þetta markasetning snýst að skapa hér ákveðna ímynd. Þetta langtíma hugsun og snýst að koma á framfæri til réttra aðila hvers konar áfangastæður þetta og þannig sköpum við í rauninni meiri verðmæti af því að við erum að fá einhver fólk sem að rauninni ábeitur við þennan áfangastæð heldur margir aðrir og þannig náum við sköpum frekar verðmæti, við náum frekar okkar markmið í tengslu umhverfismál og svo frammeins, þannig að þetta bara fagleg nálgun af því að reka hér fyrirmynda áfangastæð, það er að vera í markasetningu. Þannig að það eitthvað sem að mínum mati ætti að vera fasti, ekki til þess að fjölga hér ferðamönnum, heldur þess að reka hér með faglegum hætti fyrir með áfangastað. Já, ég veit ekki hvort við getum talað Keflavíkurflugvöll sem flöskuháls en þetta náttúrulega svona hub og mjög mikið að fólk stoppi stutt á ferðalagi annað. Hvaða tæki höfum við til þess að lengja umhverfis sporið verður þá meira? Hver eru tæki okkar til þess að reyna að lengja dvöl þeirra ferðamanna sem koma hingað? Já, til að mynda með þeirri leið sem ég var að nefna hérna áðan, með markasetningu. Við viljum höfða til fólks sem að dveli hér lengur og við náum frekari markmiðum okkur varandi að lengja dvalarlengd með því að höfða til réttar hópa sem dveli hér lengur. Það er ein leið. Það er alveg augljóst. En ég held að athyglisvert þú nefnir þetta vegna þess að í þessum gögnum sem ég var að skoða, þessum leitigögnum, það kom í ljós að það tímabil sem fólk var að leitast eftir, eða dvalartími, var mun lengri hér heldur en í Noregi. Já, var það? Að fólk var að leitast eftir lengri ferðalögum, fleiri gistinætur hér heldur en í Noregi, sem er mjög gott. Það er jákvæmt. Og þannig að, já. En þetta er eitthvað sem við reynum að gera, hvað sem við opinbera getur gert einmitt er að til að stuðla af lengingu dvalartíma er að höfða til réttra hópa. Og fyrirtækin eru náttúrulega líka að aldeilis að sinna markasetningu af krafti og þau vilja frekar fá ferðamenn sem dvelja lengur hjá þeim og fara með þeim í lengri ferðir. Já. Þannig að þeirra afköst og þeirra framlag er líka mjög mikilvægt. Getum við sagt að suma daga sé Suðurlandið svolítið sjúskað á köflum á sama tíma og ekkert síðri náttúruperlur aðeins fjær, fá litla athygli og fáar heimsóknir ferðamanna? Algjörlega. Já, við getum sagt það. Já, ég get alveg tekið undir það. Já. Við þurfum svolítið að skoða þetta og takast á við þetta. Við erum
Það var samþykkt á þingi núna í fyrir ári stefna á aðgerðaáætlun í ferðaþjónustu eftir mikla og ítarlega vinnu og greiningar og þar voru afmarkaðar 43 aðgerðir sem hafa verið svona að rúlla af stað undanfarin misseri og sem fást ýmsu hliðar ferðaþjónustunnar, gæði og öryggi og þar einmitt verið að fjalla einmitt álagsstýringu og við þurfum að sjá hvað kemur út af þeirri vinnu, hvernig við tökumst á við það og hvað aðferðum við beitum til þess að dreifa álagi betur. Já. En það alveg satt sem segir að hérna á meðan að Suðurlandi oft yfirfullt, myndi sumir segja, þá eru svæði aðeins fyrir okkur sem að verðskulda fyllilega hérna fleiri ferðamenn og hérna vilja gjarna fá þá til sín og þessu náum við einmitt einnig með því að lengja ferðamannatímann. Þá fer fólk lengra. Þá eru tækifærin, býður upp á tækifæri fjær höfuðborgarsvæðinu. Ég man einn dag sem ég heimsótti Gullfoss, júlí, sennilega sumar sem leið, að sko, ég hef aldrei lent í annar en stöppu af fólki hér innan landsteinana. Það hefur kannski verið skipadagur. Kannski var það skipadagur. Já. En sko þetta var eiginlega bara súrrealísk tilfinning. Og mjög svolítið stress í hópnum. Fólk var erfitt að ná skoti, sko mynd því að það var svo margt fólk og svona. Já, ég kannast alveg við þetta. Ég ferðast mikið og vann við það að ferðast landið árabil og en það er alveg sérstaklega þegar það eru skipadagar í höfninu þá er þetta þá eru þarna heit svæði Þjóðgarðan Þingvöllum og Geysir og Gullfoss en þetta svona varir á ákveðin tíma sólarhringsins ákveðin tíma ásins skulum segja þannig að það eru klárlega tækifæri í álagsdreifingu þarna og þetta er svona og þetta er ekkert bara á Íslandi sem þetta er að gerast þetta er víða og það er núna heilmikið vinna í gangi hjá framkvæmdastjórn Evrópusambandsins þar sem er verið að takast á einmitt þetta og þetta sem hefur verið mikið umræðan þessi svokallaði overtúrism eins og heitir ensku fjöldaferðamennska er svona er bara sérstakt átaksverkefni hjá þeim og þau vilja frekar kalla þetta unbalanced growth eða ójöfn vöxtur og líta á þetta sem svona verkefni sem að Evrópusambandið lítur á sem svo að þau geti tekist á við og það er að núna rúlla út ákveðin aðgerðaáætlun og stefna til þess að mynda að takast á við þetta að dreifa ferðamönnum betur innan álfunnar þetta er innan samans og við erum að fást við hér bara allt skala. Að þú nefndir farþegaskipin, ertu með skoðun á þessu gjaldi, kallast það innviðagjald? Já. Ertu með skoðun á því? Sko, innviðagjald fyrir að fyrsta þarf, ég held að það sé ekki ósanngjarnt gjald þannig. Við getum svo sem rættum hversu hátt það er, sem segja þessu of hátt með við gistanóttagjaldi sem er hérna á hefbundum hótelum og gistum. Innviðagjaldi var 2.400 krónur, 2.500 krónur og síðan var ákveðið að lækka núna um 400-500 krónur, þannig að það var smá lækkun á því og þetta hefur valdið einhverjum samdrætti eftir hver talarinn sem sé að miklum í þessari tegundar sem er sérstaklega á landsbyggðinni, sérstaklega á svona í minni höfnum Austurlandi finna mikið fyrir þessu, þetta er ekki högg en ekki allstaðar. Ég veit að sumarið fyrir norðan kom ákveðlega út held ég, Húsavík og Akureyri og ég er ekki með tölunar hérna úr Faxaflóahöfnin en já, þetta er umdeilt skulle ég segja. Líka umdeilt að því þú segist að það búið á Akureyri og ég bjóð þar lengi líka að það liðast þarna mengunarreikur þennan Kyrrafjörð. Ég held að séu dæmum að 4 skip séu á sama tíma inn í þarna skurðinum við bollinn og það er kannski logn og hérna
Þurfum við ekki einhvern veginn að taka upp vistvænni brag? Jú, algjörlega, og það er ákveð skulum segja ferli hafi eins og hér á höfuðborgarsvæðinu þar sem að þetta er einmitt verkefnið að tengja skipin þegar koma hérna í land en varandi þennan reik hérna fyrir þessa mengun fyrir norðan ég sjálfur voru vitna þessu þetta er ófögur sýn sko þetta hefur segja sko hún breytir deginu já þetta er ekki gott að sjá þetta en síðan ef þú heyrir í sko viðkomandi sem að reika skipin þeir svona vilja meina að þetta sé nú ekki mengun þetta sé eitthvað annað en bara svona að sjá þetta enga á sér það stöðandi Mér minnir líka að leiki sko einhver vafi á sko það einhverja hluta vegna hefur ekki gengið sem skildi að mæla þetta þannig að við vitum ekki alveg hvað er satt og logið í því Nei, ég bara þekki ekki þessa hlið málan nógu vel en svona þetta er svona, jú þetta er reykur en þetta er góður reykur þannig að en ég þarf að kynna með þetta betur undar en þetta er, hvað að segja sjónræna áhrif að vera með þetta fyrir fram að sig og það er sérstaklega vont fyrir fólk sem býr á Akureyri vegna þess að skipin eru dálítið mikið fyrir framan eldhúsgluggann bara hafnarskilir eru þannig þetta er öðruvísi hérna í höfuðborgarsvæðinu þar sem við sjáum skipin síður sko í Sundahöfni en hérna í þessum smærri bæjarfélögum þar sem að skipin eru bara við bæjardyrnar þá er þessi sjónræna áhrif mikil Ef aðeins að ræða næst öryggi ferðamanna og við höfum stundum áhyggjur af því að fólk drukknar við náttúrulega Reynisfjara ætti nú að vera bara sérkabli í svona umræðu ég kannski ræði einhvern tíma við Reynisfjöru bara á heilum klukkutíma sko og svona varla hægt að drepa neðu fæti þar stutt það en hérna það eru slys á vegum einu sinni ók ég yfir Víkurskarðið páska minnum að það hafa verið og bíll hafði stoppað efst á Víkurskarðinu í blindbil og svo var til mjög löng bílaröð eftir honum ég fór út úr bílnum hljóp meðfram allri bílaröðinni bankaði upp á hjá þeim sem var fremstur í röðun og spurði hvað ertu að gera, akkur heldur ekki áfram og hann sagði ég þori það ekki, ég sé svo illa og ég sagði en þú veldur meiri hættu hér í fljúgandi hálka og brjálaða bílur með því að stoppa þannig að þú verður einhvern veginn að tellja þig kjark og fara bara rólega og svo leystist þetta en sko, mér finnst þetta dæmisaga ég er að segja þetta sko sem dæmisögu í rauninni að þá vissi fólk ekkert hvernig það átt að fara yfir fjallveg, hvað það þurft að gera í ákveðnum aðstæðum og svona og þetta er ekki ætlast til þess að við vitum allt þegar við heimsækjum fjarlæg lönd og hið óvænta á ævintýrin og hvernig við improviserum náttúrulega einhver hluti af ferðalaginu en sérstaklega var það held í fyrra sem okkur fannst að ferðamenn væri að deyja svolítið mikið í umferðarslysum og það er að satt drukknanir og svona erum við að gera nú vel þarna? Stuttasvarið er nei, við getum alltaf gert miklu betur, við á ferðamálastofu höfum verið að reyna að leggja meiri áherslu á þennan þátt við erum nýverið til okkar sérstakann öryggis sérfræðing og þar með jógstun okkar fókus á öryggismálun mun meir þið takið þetta alvarlega Já, að sjálfsögðu og þetta er sko ef það er eitthvað sem að ferðamenn huga að öðru fremur þá er það sitt eigið öryggi en í þessu eins og sem mörgu áður þá eru upplýsingar fræðsla algjör lykilþáttur að reyna að fræða ferðamennina og koma upplýsingum að framfæri til þeirra hættur sem þeir átta sig ekki á og ég meina við getum bara sett okkur í bara þegar við ferðumst til fjarlægra landa hvort sem það er kannski eyðimerkur eða Afrika eða eitthvað sem við þekkjum bara ekki þá gerum við stundum hluti sem að heimamönnum finnst algjörlega út í hött sko. Þannig að sama á við fólk sem kemur hingað og átta sig ekki á hættunum sko. Þannig að fræðsla, upplýsingar þetta er það sem við þurfum fyrst og fremst að leggja áherslu á merkingar bæklinga, sameinaðu fyrirtækin það að koma upplýsingum á framfæri til ferðamanna en þetta dæmi svo nefnir ég margoft séð þetta að Þjóðvegur 1 líklega hættulegasti ferðamannastæður landsins má það þannig? Ég tek undir það
sérstaklega því að ég ferðast mikið á veturna. Já, þú sér það bara að ferðast og þegar við eittum Suðurlandi vetur á veturtíð, þegar kannski skafræningur eða eitthvað þannig, þarf ekki mikið meira en það þegar vegurinn á flegi ferð þanniglega þá. Og gæði vegarins hafa nú ekkert verið frábær hérna. Já, fólk kannski að keyra bíl í fyrsta skipti í hálku. Já, og viðhaldi vega ábúta vant á sama tíma og vantar vegaxlir og þröngir vegir. Já. Þannig að upplýsingar nummer 1, 2 og 3 það er það sem við reynum að horfa í. Ég hef stundum heyrt erlenda ferðamenn spyrja væri hægt að búa til svona kit bara komið til landsins og þú fær bara tölvupóst með einhverjum helstu áhættu atriðum. Já, það er hugsanlegt. Ég veit að bílaleigurnar hafa verið mjög duglega við að reyna að koma upplýsingum á framfæri til ferðamanna með upplýsingar hvað ber að varast og hérna. Þannig að sá sem leigubíl, hann fær heilmiklar upplýsingar. Já, þau gera það sko. Þannig að þetta er langtímaverkefni og þetta er stöðutverkefni. Þetta er eitthvað sem við klárum aldrei. En hefurðu einhvern tímann velt fyrir þér sko hvað maður að segja áhættu orðspori að það gæti breytt myndinni til hins verra sko. Hefur þetta einhvern tímann hafa slys erlendra ferðamanna hér á landi einhvern tímann vakið einhverja umræðu utan landsteinana svo því sé kunnugt? Sko ekki að þeim þunga að hægja á einhverjum straum til landsins. Það kannast ekki við. Nema kannski eldsumbroti eða þannig að þá svona kannski hægir fólk á sér aðeins og býður aðeins með að bóka ef það er eitthvað, ef það er að gjósa eða eitthvað þannig sko. Eins og við sáum þegar jarðhræringarnar byrjuðu við Svartsengi. En eitthvað svona einstök slys eða eitthvað þannig, ég held ekki. Nei. En það fréttist fjölmiðlar erlendis fjallaði slys og ég, þegar að bannaslys eiga sér stað hérna heima þá eru kollegar utan á heima oft sem hafa samband sko mjög fljótt og senda manni kveðju og gangi vel í þessari baráttu og fólk veit af þessu en ekki það að sé að hægja á straumi til landsins, það er ég. Ég var í New York sjálfur staddur á ferðalagi þegar hraun flæddi yfir hús í Grindavík og eins og er alltaf að you're from Iceland og fekk margar spurningar og þær fóru alveg kostulegar sko. Það var bara eins og síðasti bærinn í dalnum hefði farið undir hraun í huga sumra og kannastu þetta? Já, þetta er mjög þetta voru við vorum í mjög og þegar þetta gerist það er svona eldsumbrot þessi stað við erum með ákveðna svona viðbragðsáætlun sem við virkjum og við erum þar í virku samstarfi við ýmsar stofnanir og aðila að koma upplýsingum að framfæri og okkar hlutverk er þetta aðalega upplýsingalegs eðlis og það sem fór svolítið mikið það var ansi skulum segja plássfrekt eða það var mikið fókus settur á að vera í góðu samstarfi við erlenda fjölmiðla af því að sko þeir hafa mikil áhrif og hvernig upplýsingum er komið að framfæri í stórum erlendu fjölmiðlum það getur haft mjög mikil áhrif og við sáum það alveg þegar upphafi þessa góðsóræðu þarna á Suðurnesjum að þetta var oft svona overdramatíserað skulum við segja. Já. En svona þegar líða tók á þá var þetta meira svona staðreyndabundið og upplýsingarnar eru réttari skulum við segja. En við sáum alveg mjög vondar skulum við segja fórsvíðfréttir sko. Já. Til að byrja með sérstaklega og kollega mínir á Íslandi þeir sáu alveg dífu í bókunum þarna fyrst eftir þetta fer af stað. Já. Ef ég myndi biðja að leggja mat á það hvort Reykjaneseldar hinnir síðari eða þessi eldgos sem hafa verið núna undanfari hvort þau hafi vakið meiri jákvæða athygli á Íslandi sem áfangastað eða neikvæða hvernig myndir við svara? Já, góð spurning. Ég held að þegar þetta er lengri tíma litið þá verður jákvæðan áhrifin jákvæða sko. Já. Ég held það og þetta svæði svona þegar hægist þarna það er svolítið að vera til nýr áfangastaður. Já. Getur sagt það að þessar hraunbreiður og hvað hefur gerst þessi varnargarðar og allt þetta viðbragð sem þjóðin sýndi þarna er gríðarlega fróðlegt að sýna og segja frá
og þetta eitthvað sem mjög einstakt þannig að ferðamenn sem hinga að koma ég gerir fastlega ráð fyrir því að þetta svæði þetta skapir mikil tækifæri fyrir Grindavíkurbæ og þetta svæði þannig kring Einmitt. Að þarna gæti orðið heilmikil umferð ferðamanna með leiðsögn, viljum við ekki? Absolutt. Þarna þarf að náttúrulega, og ég veit að þeir sem að þarna fara fyrir málum eru mjög mitt öryggisþáttinn og eru að skipuleggja og kortleggja bæjarstæðið út frá sprungum og hættum og útbúa svona ákveðna leiðir fyrir ferðamenn með upplýsingum og stýra umferðinum svæði þannig að hún sé á þeim stöðum þessum á öryggum stöðum og þetta sé svona sem best sko. Já. Það nú liðið á tíma okkar, það búið að vera mjög skemmtilegt og fróðlegt að spjalla við þig, Arnar Már, kannski bara svona rétt í lokin ánægja ferðamanna með dvölina hingað. Hvernig sveiflast hún mikið á milli landa, er þetta alltaf á milli tímabila eða er þetta alltaf svona á svipuðum stað? Þetta er alltaf svona svipuðum stað. Sko, ánægja ferðamanna er mjög góð, bara svo þetta er sagt. Í prósentum? Sko, síðustu gögn sem við birtum frá 23 og við getum sagt að það bil 75% ferðamanna sem fara frá landinu segja að Ísland hafi annarkvort farið fram úr væntingum þeirra eða verið í þeirra væntingum. Þau eru bara mjög ánægð, það var samkvæmt væntingum og hefur farið fram á þeim. Og einungis 2% við maður rétt segja að Ísland hafi ekki staðið undir væntingum. Veistu hvaðan þau koma helst? Nei, ég er ekki með skiptingunum þarna og svo getur þessi 2% sko, það getur verið bara það getur verið einhver smáatriði sem að fólk með gisting hafi klikkað eða eitthvað svona smáatriði sem að við höfum eitthvað stjórn á svona í heildina sko en skilur hvað að fara en ánægðstig ferðamanna er mjög hátt og það er óvenju hátt í alþjóðlegu samhengi og meðmæla skor svokallega það sem að ferðamennir spurðu hvort þeir myndi mæla með í Íslandi sem áfangastað eða ekki það myndi hæsta sem gerist í heiminum og þannig að Ísland er hérna á góðum stað hvað þetta var. Myndirðu sjá það ef það væri svona ákveðin sprungu þreyta hjá þjóðinni eins og við sjáum sko fólki sem býr á Tenerife, mótmæla og Spáni og víðar. Þú myndir finna það í þessu. Við skoðum þetta, við ferðamannastofu, við gerum á 3 ára fresti og gerum þessi víðtækar rannsókn á viðhorfi heimamanna Íslendinga til ferðaþjónustu og ferðamennsku. Og það sem þetta er skoðað bara út allt land og út frá ólíkum breytum og næstu niðurstöðu muni birtast 27 samkvæmt áætlun við birtum núna í fyrra rannsókn og heimamenn eru almennt ánægðir með ferðaþjónustu og ferðamennsku þau tækifæri sem að ferðaþjónustan skapar fyrir íslenska þjóð. Hefur ekki verið þannig að fólki út á landi er ánægðara? Jú, einmitt. En ég myndi kannski vilja skjóta því að það var verið að birta niðurstöður rannsóknar sem að höfuðborgarstofa var að klára núna sem að viðhorf Reykvíkinga eða fólki á höfuðborgarsvæðinu það er betra viðhorf í ár heldur en væri fyrra. Það er betra í ár en í fyrra, já. Þannig að það er mjög jákvætt. Þannig að sko umræða neikvæð félagslega áhrif á fyllilega rétt á sér. Við þurfum að taka það umræðu og af því að hún er til staðar stundum fyrst mér eins og ég sagði hérna áðan umræðan vera pínu og sanngjörn við þurfum að horfa á þessu gögn og skoða hvernig þróunin er en ef við berum saman þess að viðhorfsrannsóknir okkar til heimamanna það eru ákveðin rauð flögg sem við þurfum að vakta. Samanberg Gullfoss dæmið áðan með... Já, ég bara sérst viðhorf heimamanna vítabertum landið er ekki eins gott og var í könnuninu þar áður sko, en það er einhvað síður gott. En þetta er eitthvað sem við þurfum bara að vakta og sjá til þess að við gerum reglubundna rannsókn á þessu til þess að geta búið saman niðurstöður og brugðist við. En getur aðeins tala meira þetta rauðaflagg, þessi rauðaflagg? Já, þetta er bara heilt yfir að viðhorf til ferðaþjónustu og ferðamennsku það er aðeins að halla undan fæti þar. Svona heilt yfir. Út af því að bara umferðin... Já, það er bara aðalega fjöldi ferðamanna. Það er eiginlega það sem að
Samanber þetta sem ég nefndi með Gullfoss áðan, ég var ekki að upplifa það að ég var í mínu eigin landi. En það er ágætt að koma inn á þetta líka vegna þess að dreifing ferðamanna er svo mikilvæg fyrir bara framtíð íslenska ferðaþjónustu. Okkur verður að takast að dreifa ferðamönnum betur landið og tækifærin eru gríðarleg vísvegar og líka yfir árið þó svo að það hafi mjög góður árangur nást. Ferðamennir sjálfur við spurðum 1000 ferðamenn á mánuði sem að fara á landi hvað þeim líkaði og hvað þeim líkaði ekki og svo framvegis og almennt fær íslensk ferðaþjónusta og bara dvölun íslenski toppeinkunn. Það sem að skora hins vegar hlutfallslega lægst en samt vel það er fjöldi ferðamanna á ferðaþjónustu. Þannig að það er það sem við þurfum að horfa. Einmitt. Ég bý sjálfur í Þingholtunum. Ég held mér finnst að auka lífsgæði mín að sjá oft tölverðan svona strjálir hópar erlendra ferðamanna að skoða húsþökin sundin, húsasundin og labba svona rólega Þingholtin og voða mikið að horfa. Ég hef gaman að því að horfa á þá og fylgjast með þeim og hafa þá allir eitthvað við að iðja. Þannig að mín upplifun þar til dæmis í Þingholtunum sem hefur kannski náttúrulega töluvert meiri umferð þar núna en fyrir 20 árum gjörólíkir heimar að þar truflar ekki umferð erlendra ferðamanna mig. Þannig að þetta er spurning aðstæðurnar að einhverju leyti og hvernig er fólk að flýta sér Svo er eitt í þessu líka sem við megum ekki gleyma að í COVID sem er nú stutt síðan það var og þá vorum við, getum við sagt í 2 ár hér og það voru hér engin ferðamenn og við einhvern veginn farið á Gullfoss og Geysi og verið þar og það var engin og það er eitthvað sem við mun líklega aldrei sjá aftur. Nei, sannlega. Og síðan gerist þetta svo hratt að frá engum ferðamönnum nánast upp í 2 milljónir á einu ári auðvitað er þetta pínu stuðandi og þá fer umræðan að stað. Heyrðu, þakka þér kærlega fyrir ítarlegt viðtal. Þetta er svona mósaíkviðtal við fórum víðan völl og stöldruðum hvergi lengi við en efnismikið, fjölbreytt og yfirgripsmikið. Kæra þakkir fyrir komuna. Takk fyrir að bjóða mér. Takk sem leys. Já, þátturinn verður þá ekki lengri hjá okkur í kvöld. Við þökkum ykkur hlustendum og áhorfendum kærlega fyrir samveruna. Verðum hér aftur í loftinu klukkan 16 á morgun í þættinum Vikuskammtur. Þess að við förum yfir fréttir vikunnar með góðu fólki. Nú svo er ítalegt viðtal á laugardagsmótni og að ógleymdum náttúrulega þjóðmála þættinum Synir Egils á sunnudaginn sem er kallað Flagskip. Líka minn ykkur á það að ef þið hafið oft velti fyrir ykkur að styrkja samstöðin en hafið ekki komið í verk, þá er lítið mál að fara inn á vefslóðina samstöðin.is, finna hnapp sem heitir áskriftið með að skrolla aðeins niður og gegn mjög hóflegum mánaðarlegum stuðningi, aðeins 2.750 krónum, getið þið haft heilmikið það að segja hvort við lifum og döfnum. En viðmælendum þáttarins samstarfsfólki en ekki síst og engum ykkur hlustendum og áhorfendum þakka ég samveruna, verið sæl. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.